Komið heil og sæl og verið hjartalega velkomin í heilsuþáttinn til mín hérna á INN. Í síðustu 2 þáttum var ég með honum Sigmundi Guðbjarnasyni, fyrrverandi rektor Háskóla Íslands og prófessor í lífefnafræði og við vorum að fjalla krabbameinið, eða sem sagt við vorum að fjalla það, svona varnandi og hamlandi þætti aðalega í matræðan okkar á krabbamein og hvernig við getum nýtt okkur það. Og við komum einnig inn á öll þessi eiturefni sem eru farin að vera í umhverfinu okkar og jafnvel í matnum okkar og síðan hvað hugurinn hefur mikil áhrif til varnar, eða bara, hvað ég segja, til að fyrirbyggja krabbamein og líka til þess að takast á við krabbameini því að oft á tíðum að þó maður taki allt í gegn eins og mataræði og hreyfingu og ef við náum ekki þessum friðsæla huga að þá eins og það geti hamlað svona þessu heilunarferli líkamanns. En mér langaði bara því ég var að ræða við ykkur og ég benti ykkur á 2 bækur, ég ætla bara að minna ykkur á það er Anti-Cancer eftir David Servan Schreiber, lækninn, og hann í þessari bók hefur tekið saman allar rannsóknir, svona allar þessar mikilvægustu rannsóknir á áhrifum, hamlandi áhrifum matar gegn krabbameini og eins hreyfinguna og hugan, hann tekur það hérna inn í þessari bók. Og síðan benti ég ykkur á hérna bókina Bragð í baráttunni, matur sem vinnur gegn krabbameini. Og það var sem sagt, ég sagði ykkur frá því að Krabbameinsfélagið Framför sem félag þeirra sem hafa greinst með blöðruhálskrabbamein hefði gefið bókin út en þeir kannski gáfu hann ekki út, það var forlagið sem gaf hann út en þetta var að þeirra frumkvæði að þessi bók og einstakra manna sem að þar unnu og voru í forystu sem að þessi bók var gefin út að frumkvæði og undirlegi þeirra. En hérna 2 frábærar bækur náttúrulega til hellinga flottum bókum og þið getur bara að googla það svona leiðir sem að við getum farið til að efla okkur sjálf, bæði til að fyrirbyggja og eins ef við hefum verið greind með krabbamein. Og ég hef ekki sagt skil yfir krabbameini, þó ég ætla nú ekki að fjalla það beint í þessum þætti, en ég hef eftir að koma svona vonandi meira inn á það núna fyrir áramótin. En við höfum rætt líka í þáttunum hérna hvað andlega heilsan einmitt skiptir miklu máli í þessu öllu saman, bara gagnvart heilsun okkar, því að neikvæðar tilfinningar, bara eins og reiði, neikvæðni, þunglyndi, kvíði, þetta allt tilfinningar sem að geta haft mjög bælandi áhrif á ónæmiskerfið og þess vegna haft mikil áhrif á það hvernig okkur tekst að takast á við bara veikindi okkar almennt. En þetta líka, og þarna kannski undirliggjandi oft í vanlíðan lágt sjálfsmat og lítið sjálfsöryggi. Þannig að lágt sjálfsmat og lítið sjálfsöryggi getur verið grundvallar þáttur sem takast þarf á til þess að losa okkur við neikvæðar tilfinningar og eins þá bara fyrir heilsun okkar. Í þættinum í dag ætla ég að fjalla alveg einstaka aðferð sem notuð til þess að vinna með neikvæðar tilfinningar og lágt sjálfsmat. Þessi aðferð byggist á öndun og það liggur ekki augum uppi fyrir alla hvernig öndun getur hjálpað okkur til þess að efla sjálfsmatið okkar og sjálfsöryggið, en það getur hún vissulega, og við líka rætt hérna öndun áður því að öndun gríðarlega mikilvæg, ekki bara til þess að bara að sjálfsögðu heldur hún í okkur lífinu til að fá súrefni í líkamann, heldur til að mynda að þá heldur hún einn af þeim þáttum sem að hvetur áfram rennslið í bláæðunum okkar, sem að hún líka hvetur áfram vessakerfið okkar sem svona hreinsunarkerfi líkamanns. En þetta öndunin gagnvart þessu sem sagt að vinna með tilfinningar og sjálfsmat áhrifaríkleg og það hún Guðbjörg Thoroddsen sem hefur verið að kenna þessa aðferð, það var annað 100 námsráðgjafar, lært þessa meðferð hjá henni, hjúkrunarfræðingur og annað fagfólk. Hún búin að vera að vinna í grunnskólum og hefur unnið til að mynda mjög markmiðs með borgarskóla í Grafarvogi með ungum börnum því að þar þetta svo sérstaklega mikilvægt. Guðbjörg Thoroddsen hingað komið til mín og mér langar bara til að bjóða hjartalega velkomna. Takk. Þessi aðferð, Guðbjörg, að því ég var að tala öndunina, hvað hún mikilvægt og kannski liggur gerfi í augum uppi fyrir marga, hvernig öndunin getur haft þessi áhrif. Bara lýstu því aðeins fyrir okkur, hvernig, og bara að því að þín aðferð, þú búið til bara sérstaklega meðferð og aðferð sem kallast baujan og þú nú kölluð bauja. Jú. Og út frá því einhvern veginn kom nafnið, en nafnið á líka svo vel við. Það á svo vel við sjálfstyrkingu. Já. Halda okkur á floti og halda okkur í jafnvægi. Já. Og við náum í jafnvægið okkar með öndun og lífið þarnast jafnvægis og harmoníu og þessi aðferð byggir á því að bara vera meðvitaður spennu og slökun. Já, þetta snýst spennu og slökun. Allt lífið snýst spennu og slökun.
Og það að vera í harmoníu eða í jafnvægi við lífið og umhverfi okkar, það svo mikilvægt. Og þá líka erum við ekki að bækla okkur og gera okkur sem sagt auðveldari fórnarlömb fyrir sjúkdóma. Já, annars við vera að tala einnig. Þegar það ójafnvægi innbyrðis, innan með okkur. En þegar þú ferð í þessa öndun, að þú segir þetta snúist spennu og slökun, hvernig hjálpar þá, lýstu því hans fyrir okkur, hvernig þú ferð inn í þessa vinnu þá og hvernig þú notar öndunina? Já. Þetta voðalega einföld og fljót, áhrifamikil leið og fljótvirk. Já. Og þetta í rauninni, við höfum þetta öll innra með okkur, þetta bara lækningamáttur líkamanns og þegar ég uppgöt þetta með sjálfa mig, að því ég þurfti að styrkja mig og það var ekki til svona í kringum mig fyrir 15 árum eitthvað svoleiðis. Já. Og þá fer ég að því ég leikari líka og leikari náttúrulega lærir að koma niður í maga, ná í slökun til þess að sé ekki að færa sjálfa sig alltaf inn á svið og geti leikið. Og þetta það sem að börnin svo flink við, þau alltaf í svo góðum tengslum við slökunina, við magan sinn sem í rauninni hérðan frá maganum, frá slökuninni byggjum við okkur upp og hérna bara stýringin. Já. Hérðan kemur sjálfsöryggi okkar. Þannig að því að bara svo fólk skilji þetta áttu á þessu að þegar okkur líður vel, þá öndum við dýpra. Þá erum við alltaf að anda þetta niður í maga í slökun. En þegar við erum í neikvæða tilfinningunum, þá erum við hér uppi í spennu. Og öndum mjög grunnt. Já. En við erum svo flott, mennirnir, að við erum æðislega flott og einföld, en við þurfum að kunna okkur. En við erum svo flott að við þurfum bara annað gengur ekki upp. Við þurfum alltaf að vinna úr öllum áföllum sem við lendum í. Já. Sumir kunna það ekki, náttúrulega, og flestir. Það svo lítil tilfinningakennsla. Já. Og við fæðumst ekkert með þetta innra með okkur, þessa kunnáttu. Og þegar það svona mikið áreiti eins og í vestrænum þjóðfélögum, að þá í rauninni erum við að fara meir upp í spennu og fjarlægast okkur sjálfum eða grunninum okkar. Þannig að við eigum erfiðara með að vinna úr svona eðlilega. Meira áreiti. Já. Þannig en við þurfum alltaf að vinna úr öllum áföllum, annars bara lendum við í klemmu, einhver tíman, lendum í ógöngum með okkur sjálf. Og getum við unnið bara úr þessu með því að... Við getum ekki unnið úr á meðan við erum í spennu. Já, það lykillinn, við verðum að ná þessari slökun. Já, við verðum að geta náð niður í slökun, til þess að undirmeðvitundin geti farið að starfa. Og hún vinnur mestan partinn. En við hjálpum henni bara með því að kunna aðeins. Að tengjast maganum og læra að vinna úr erfiðu tilfinningunum og svo eru nokkrir 5 litlir lyklar sem eru svona í rauninni að hjálpa okkur að ná í slökunina og hjálpa okkur að búa til meira sjálfsöryggi og styrk. En svo stóri lykillinn að koma niður í maga og vera meðvitaður það hvar maður að anda, uppi eða niðri. En áður við förum aðeins í þessa lykla og svona hvernig við gerum þetta og hvað þurfum að gera þetta oft og allt þetta. Sko, bara við veltum aðeins fyrir okkar því þú líka verið að skrifa þess að það á vefinn þinn. Svona bara hvaða líkamlegu áhrif það hefur á okkur að vera til dæmis reið, að bælinni tilfinningar, að hafa eitthvað óuppgert innra með okkur. Já, það bara svo ofsalega óhollt. Já. Og ég búin að vinna svo lengi með baujuna og ég hef unnið með svo, veit ekki, 10.000 manns. Já, í þessari meðferð og með þessum til dæmis börnunni sem út að vinna með. Já, þar þetta náttúrulega aðalega forvarnir. Já. En mörg eru kannski farin að sýna einkenni vanlíðina náttúrulega bara mjög snemma. En og þá hjálpar það þeim. Og það æðislegt hvað þau eru fljót að tilengja sér. Þau eru í rauninni svo miklu tengdari sér heldur en við sem erum komin lengra, eldri og fleiri áföll hafa verið ykkur staðar. En hvaða áhrif þessar erfiðu tilfinningar hafa á líkamann, það eru alveg, þá hef ég fundið í gegnum þessa vinnu að það sem hafa verið sjúkdómar, þetta bara svoleiðis. Það sem maður sér, já, ég fekk þennan sjúkdóm, hvort sem hann andlegur eða líkamlegur. Þá sér maður alltaf á baksögunni fullt af áföllum sem hefur ekki verið unnið úr. Og svoleiðis að þá sér maður bara sér þetta bara eins og skólabókadæmi. Maður sér mannesku sem hefur lent í þessum þrengingum, þessum áföllum og svo koma afleiðingarnar.
Og þá náttúrulega þegar komin einhver sjúkdómur, þá kannski, svo fer þetta að vinda meira og meira upp á sig. Þannig að það svo mikið mála og gott mála að koma inn í og breyta. Við erum í rauninni bara leiðrétt okkur. Já, það ekkert að reysa. Já, við erum að vinna úr. Og meiri segja kemur til mín fólk sem að er á níræðisaldri og vill klára dæmið áður en að fer yfir. Já, hugsaðu þér. Skemmtilegt. Af því að það kannski situr uppi með eitthvað úr bernskunni en vill ekki vera, finnur það, þó það hafi átt góða ævi. Og vill ekki taka það með sér yfir. Nei. En Guðbjörg, við erum búin að vera að ræða svona grunninn í þessu öllu saman, en nú ætlar að kenna okkur aðeins hvernig við getum svona nýtt okkur þetta. Já, stóri lykillinn að koma niður í maga. Já. Það bara voðalega einfalt að því að við erum alltaf niður í maga á nóttunni þegar við sofum. Já, við erum þar. Já. Og þegar við erum lítil börn, pínupáns börn í vöggu, og þá erum við öll niður í maga. Og litlu börnin þau sofa endalaust og eru alltaf í slökun. Þegar litla barninu líður illa hoppar upp og þá hjálpar maður litla barninu að kemur niður aftur. Hérna grunnurinn okkar allra. Og svo hafa kannski einhverjir aftengst grunninu sínum út af áfalli eða verið svona meðvirkt heimili þar sem að fólk ekki að stjórnast af sinni líðan heldur annarra manna og mistengsli með sig. Að þá eru þau kannski farin að vera alltaf mikið upp í seinni tíð og búin að vera kannski áratugi en þau eiga alltaf grunni sín frá litla smábarninu. Við getum þetta sóttan. Síðan verðum við smábörn og þá er voðalega gaman og rífa og tæta og labba og tala og allt þetta, lífið að byrja á virknin. Þá erum við uppi en alltaf stuttnir í maga, í grátinn og hláturinn hjá litla barninu og smábarninu. Síðan þegar við erum svona 4, eitthvað svoleiðis, að þá förum við að hætta að vera bara áföst við mömmu eða pappa eða eitthvað svona. Og við erum að fara að vera einstaklingar og standa fyrir okkur. Og þá förum við öll að fara meir upp í álagssöndunina uppi. Og en við verðum að hafa þessi sterku tengsl við magan. Af því að héðan kemur sjálfsöryggi okkar, héðan vinnum við úr, bara stjórnstöðin að okkur. Og í rauninni þessi aðferð, hún fjallar það að maður er að ná því að geta stjórnaði sjálfur hvernig manni líður. Og það byggist andinn. Já, maður komin með þennan grunn. Og síðan þurfum við að hafa þessi sterku tengsl, en við getum afvegaleiðst ef við lendum í áfalli og kunnum ekki að vinna úr því, þá erum við komin hingað. Alltaf þegar við lendum í áfalli, þá fáum við reiði, kvíð og sektarkennd. Alveg beint, já. Þá þurfum við að vinna úr því til þess að verða aftur heil. Og segðu mig hvernig við gerum það. Þurfum við að gera þetta mörgum sinnum á dag, bara á morgnana, hvernig virkar þetta? Í rauninni að vera meðvitaður það hvar maður er að anda, þannig að þetta verði svolítið eins og stöðugt jóga. Að maður sækir alltaf niður í maga þegar maður finnur að maður er komin í ómiklu spennu. Og andar getur nefið bara... Já, ég skal sýna þess nákvæmst hvernig við öndum. Við getum að halda áfram litla öndunræðina, að alla góðu tilfinningarnar, þá erum við að anda niðri. Hérna er hláturinn og gráturinn og góð slökun í grátnum. En sorgin aftur ef við erum ekki að gráta almennilega. Allar nætur, allt lífið, þá erum við niðri. Við finnum það á kvöldi, þá fyrir við að geispa og hvert lætur geispin okkur koma niður í maga, farið nú að sofa, farið að endur nýja allt kerfið. Og á nóttunni gerist allt, þá erum við að stækka, þá erum við að vinna úr hversdeginum og raða í minnisólfinu okkar og allt gerist á nóttunni í slökun. Og mótnar finnum við erum niðri. Svo bara, ég verður seinni í vinnuna og allt bara glæsugt. Og þá er gott að kunna hafa þessi góðu tengsl. Og það skiptir máli með þér og þá þetta, þú finnur út komin hingað í þessa kvíðaöndun, nánast. Að bara vera meðvitaður það og fara það niður í maga. Að koma niður og nota brosið sitt, við skulum tala litlu lyklana á eftir. Já. En allur styrkur, hann kemur frá slökun, ekki frá spennu. Og við finnum það í íþróttunum okkar og allt þetta, frá slökun, karate og allt þetta, beint hérna frá maga, ekki frá spennunni, og sjálfsöryggi okkar, styrkurinn okkar kemur hérðan. Og þess vegna svo nauðsynlegt að við vinnum úr, að við höldum okkur heilum. Fólk sem vinnur ekki úr og kann ekki að vinna úr fyrir sig, lætur að bara fara yfir og annað fólk í kringum sig, það er náttúrulega ekki heilt og þá verða allir meðvirkir í kring
missa tengslin við sig, ég er ekki nógu góð, ég get ekki látið stjórnaði hvernig þessum líður, en við getum ekki stjórnaði hvernig neinum líður nema okkur sjálfum. Nákvæmlega. En það er svo mikilvægt að hver og einn vinni úr fyrir sig og láti ekki bitna á umhverfinu. En það snýst allt öndun og til dæmis áður en ég kom hingað til þín, þá alveg niður í maga á leiðinni í bílnum að ná í róna sína. Já. Og hvernig, ef þú kennir okkur núna, hvernig? Já, þetta bara inn nefið, tútnamægin út eins og bolti, halda 2, 3 og svo blása lítið og nískulega út. Hvernig séð maður gerir það? Út munnin. En af hverju svona lítið og nískulega út munnin, það til þess að styrkja litlu vöðvunni hérna niðri, til þess að við fáum sterkari tengsl. Við eigum auðvelt með að hoppa niður í maga alltaf það er eitthvað erfitt í kringum okkur. Já. Og fáum þessi góðu sterku tengsl. Þannig að aðferðin er raunverulega byggð á þessu að vera meðvitaður þess að öndunir í maga leið og þú finnur að það er að koma upp eitthvað neikvætt eða annað, að þú fyrir að anda grunnt, að fara fyrir þessu öndunir í maga. Og skoða hvað er á bakvið líðanina. Já. Og þetta er raunverulega meðferðin fyrir utan þessi litlu lykla sem allar segja okkur frá. En þá er þetta raunverulega bara meðferðin sem er í fólkinni bara að vera meðvitaður öndun, kunna tilfinningavinnu og í rauninni er þetta ekki meðferð heldur hver að vinna með sig. Þetta er bara kennsla á sjálfsvinnu. Þannig að þetta er bara kennsla aðferðar. Og þetta er nefnilega svona auðvelt. Og í rauninni með litlu lyklunum 5 að þá erum við að auðvelda líkamanum að ná í slökun og síðan lærum við að vinna úr, kasta erfiðu tilfinningunum frá okkur og geyma þær svolítið, koma niður í maga af því við getum ekki skoða tilfinningarna nema frá slökun. Þegar ég er reið þá get ég ekki skoða reið, þá bara er ég reið. Þá getur ekki skoða reið. Nei, verðum að geta kasta fyrst. En þá er ég einmitt þannig að þetta er raunverulega að því að varðandi tilfinningavinnun og þetta. Þá ertu líka meðvitað aðeins að skoða tilfinninga hennar. Þú veist, þú þarft aðeins að þarf fólk að læra það að skoða tilfinninga sínar. Eða er bara nóg að fara niður í þessa slökun og ná þá að... Já, og þegar maður er farin að koma niður, og er búin að vera duglegur að nota lyklana, í 4. tíma spyr ég, eða 3. tíma í engatíma, en því það eru 5 skipti, en í svona hóptíma, eins og ég með í skólanum oft og víðar, fullorðið fólk líka, að þá spyr maður í 4. tíma, það eru 6 skipti alltaf, einu sinni í viku, eru allir búin að skilja það að þeir geta sjálfur stjórna sinni líðan, allir búin að fatta það. Þá segi ég vildi allir já, af því að þá hafa þeir verið að nota lyklana frá byrjun. En ef einhver í hópnum segir, nei, þá segir maður, býttu, þá hefur ekki verið að nota lyklana. Nei. Svo eru einstökur sem segir ég hefði átt að byrja fyrir að nota lyklana. Svo er stundum sem maður þarf að segja treystur þig ekki að slaka á af því að erfiðu tilfinningarnar geta orðið okkur eins og við fíkn. Við sækjum í þar. Já, við þekkjum þær og sumir tíma ekki alveg og þor ekki alveg að láta af þeim. En svo kemur þetta alltaf hjá öllum. En Guðbjörg, lyklarnir 5. Já, það er brosið. Já. Og það brosið má ekki bara vera svona. Þá gerist ekkert. Það verður að vera með tönnum. Já. Og þá nefnilega opnast niður í maga og hláturinn kemur frá maga og þá spýtist inn í okkur gleðiefni okkar, endorfín og sem er hollur en allt vítamín og öll leikvim. Já, alveg rétt. Og þannig að við erum í rauninni að fá meiri tengslu í magan og meira af endorfíni og gleði. Gleðin, alla góðu tilfinningarnar styrkja okkur og síðan er það augun. Og það er bara það að vera meðvitaður það hvort að maður horfir í augun á fólki eða ekki, hvort að maður er flóttamaður, hvort að maður flýr undan. Þá vantar upp á sjálfsöryggið. Eða þá maður er á feimin og eitthvað svona og getur ekki staðið með sjálfum sér. En það er svo mikið atriði að við þá bara reynum að horfa svolítið í augu þó við svitnum og skjálfum. Til þess að, og koma niður í magum leið, hér er ég, til þess að styrkja okkur. Og með þessu litlu lyklum þá erum við bæði að hjálpa okkur að ná í slökunna upp á það allt fara að ganga og líka upp á það bara að styrkja okkur og geta staðið með sjálfum okkur. Já, en það er einmitt þetta, því við erum meira kannski búin að tala um þessu erfiðu tilfinningar en sjálfsmati er hérna í grunninn og þetta smám saman þá
eykur sjálfstraustið, sjálfsöryggið þitt. Þetta kemur allt saman. Þetta kemur. Já, það alltaf í lok námskeiðs, ertu komið meira sjálfsöryggi, öllum líður vel, alltaf. En það misjafnt hversu mikið, sumir fara svona, aðrir svona og bara ding, en alltaf kemur eitthvað. Þriðji litli lykillinn að fylgjast með röddinni sinni, hvaðan hún að koma? Hún að koma frá spennu eða frá slökun, frá maga? Og bara fyrirgefið frá spennu, það heyri það enginn sem alveg fyrirgefningu, það þarf að koma frá slökun. Og við hlustum eftir hvaðan röddin að koma. Börnin eru svo næm á þetta og við öll. En að fylgjast með því sjálf, hvaðan röddin okkar að koma, ég spennu eða slökun? Og geta farið að stjórna. Og næsti lykill getum við hugsað okkur hjólið, hvernig við erum að hugsa og tala við okkur sjálf innra með okkur. Og það svo mikil svirð, það bara fyrsta skref, við erum meðvituð að allt okkur líður vel, þá gengur hjólið áfram, ég kann og get og allt þetta fína og jákvæða, við erum að búta sterkar mann, allt þetta jákvæða. En aftur á móti ef það er ganga aftur á bak, þá erum við í vanlíðan. Það er alltaf að fara aftur á bak hjólið þegar við erum í vanlíðan og þá erum við að brjóta okkur niður. Og hvernig notum við þá hjólið? Og þá að geta snúið við og það er svo auðvelt að snúa hjólinu við, bara með brosinu, þá tengist maður niður í maga, eða þá þegar maður er búin að læra að koma niður í maga, bara og fínt að hafa brosið með, snúa hjólinu við, af því þá getum við fara að leysa málin, annars erum við bara först í vanlíðan. Þannig að það bara snýst það að fara þá snúa hjólinu við og gera eitthvað í málunum. Og sér að fimmti litli lykillinn að kasta slæðu, ósýnilegri slæðu í huganum, yfir alla erfiðleika í kringum okkur, til þess að það sé ekki að stjórna okkur. Erfiða einstaklinga, komast út úr svona eineltismunstri og svona kasta slæðu yfir, láta þau ekki finna að þau hafi áhrif á okkar líðan, af því það er það sem að gerandinn fær út úr, þrífst á. Kasta slæðu yfir alla erfiðleika, kvíða og svona til þess að gefa okkur færi á að komast niður í maga og nota brosið og allt þetta. Þetta hjálpast að við að byggja mann upp. Þetta er mjög athyglisvert, en að því þú talar einmitt eineldið og þú ert búin að vera að vinna með börnum í skóla og svona og hvað þetta er mikilvægt. Og gagnvart því að oft fer þessi vanlíðan og þetta lága sjálfsmat, margir leiðist út í ofbeldi og oft á tíðum eins og þú veist að tala með Símoni gær var þetta gerandan, að hann er líka, það þarf líka að vinna með þá. Það er nefnilega stóra málið, af því að hann er ekki heill. Allir sem að þurfa á ofbeldi að halda, það er eitthvað að hjá þeim. Og þá, þessu fólki þarf að kenna. Og í borgarskóla, það sem svo margir hafa lært baugina, þá er oft hnift í mig og sagt, heyrðu, það er einn í mínum bekk sem er að nota ofbeldi, er hann búinn að fara í baugina? Heyrðu, hann þarf að læra eitthvað. Í staðin fyrir bara þetta er fíbl og auðmiki og eitthvað svona. Já, þannig að krakkarnir það eru meðvitaðir þetta. Já, af því að við þurfum bara að kunna. En það er svo hættulegt þegar við höfum aftengt maganum okkar og grunnum okkar, sjálfsörygginni komin hingað upp, erum ekki að vinna úr ykkur áfalli eitthvað svona. Það er þeir sem að lenda út í því að þrífast á ofbeldi, af því að allt snýst þetta með orku. Hérna er skyndiorkan, hérna er orkubrunnurinn okkar. Það er svona í sambandi við mat og allt þetta, skyndifæði hérna, hvað erum við að setja ofan í okkur? Við erum alltaf þetta snýst allt spennu og slökun, orku. Hvaðan erum við að sækja orkun okkar, í hvað? Er þetta skyndiorka? Skyndiorkan það er ofbeldið. Ég ræði yfir, ég get látið þessum líða svona eins einn. Þetta er skyndiorka, það er alltaf að vera endun í hana. Af því að maður er ekki í tengslu við orkubrunnin sinn. Eins sem með fíknirnar, þeir sem að leiðast í fíknir, að þetta er það sama. Það vantar orku eða þeir að slæfa skyndiorkuna sem er svo mikil. Svona er þetta og þunglind og kvíði, það er hérna. Við þurfum að vinna úr til þess að verða heil. En mér finnst það svo frábært og ég veit að þetta ykkur að núti segja bara, þú veist, þetta getur bara ekki verið svona einfalt að vinna með sjálfan sig. En ég hvet þá bara til að prófa. Já. Heyrðu, hérna er svona bók. Já. Og þetta er bara að því að fólk vildi að ég setti þetta niður á blað. Og hérna er bók bara hvernig er unnið. En fæst hún einhvers þar? Já, hún fæst í þessum Eymundsson búðum. Já, frábært Baujan. Og líka bara hjá mér. Já. Þetta heitir bara Baujan. Og svo bjó ég í Afríku 1 ár og þá fann ég hvað þau voru alla þyrstir í það að láta sér líða vel, það er bara innbyggt inn í okkur. Og þá lét ég þýðana yfir á ensku og hún heitir The Boy og fæst á Amazon og líka hjá mér og líka í Málumenningu. Og það er bara svolítið gaman að bera saman Afríkumenn og Íslendinga. Já, það var nú bara efni ég flúði eiginlega frá Íslandi 2006. Þetta snerist allt þetta var bara efnishyggja og neysla og ég var eiginlega að forða mér og börnunum frá þessu. Og hvert fórstu? Til Kenía, var ég 1 ár. Og þá fann ég hvað þau voru miklu tengdari sér. Ofsalega mikið áföllum,
fljót samt að vinna úr. Já. Það miklu minna áreiti. Miklu minna áreiti. Guðbjörg, ég bara þakkar innlega fyrir þetta. Þetta er búið að vera ótrúlega fræðandi og ég bara hvet fólk hvað sem það gerir, hvað sem kaupir sér bókin eða vinnur fyrir eitthvað áfram með þetta, en að prófa bara og nýta sér það sem að þið hafa lært hérna í þættinum. Fara niður í maga og meðvitað, komið svo svona inn í eitthvað meðvitund, þannig að þetta verður bara svona partur af daglega lífinu. Að fara þangað þegar þið finnir fyrir svona þessari spennu læðast að ykkur. Og nota lyklana 5 sem eru, sem sagt, bros, augun, sambandið, hjólið hérna í huganum sem að við snúum við bara með því að fara djúpt niður, athuga hvernig röddin okkar, hvernig við erum að nota hana, hvort það er í spennu eða slökun og svo að setja bara slæðu yfir allt sem hefur neikvæð áhrif á okkur. Því að þannig, svona, og þetta virkar að gera þetta svona, þú veist, í huganum. Bara svona, þá fyrir undir meðutundina að fara að vinna úr og svo hjálpum við henni svolítið til hérna. Með aðferð. En ég var áhugaði að heyra meira um þessu Afríkuferðum, við gerum það síðar. Ég þakka bara kærlega fyrir okkur í kvöld. Við ætlum að fá hérna ráð vikunar, við ætlum að fá þau hérna frá henni Guðbjörgu og við bara sjáumst að viku liðinni. Minna á að þátturinn er á inntv.is. Verið sæl.